Já, við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið í síðustu viku. Síðustu miðvikudaga höfum við rætt spillingu. Síðustu viku þá vorum við með þingmann hér og annan gest. Þeir voru að ræða spillingu í sjókvíeldinu og í dag hef ég fengið góðan gest, höfund bókar spillingu, þessara bókar hér eimreiðar elítuna, hann heitir Þorvaldur Logason. Ég ætla líka að ræða mína eigin bók sem heitir Besti vinur Aðal við Þorvald og við doktor í menningarmannfræði sem hér situr einnig við rauða borðið. Við ætlum meðal annars að velta því fyrir okkur hverju breyta svona bækur. Verið velkomin Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar Eimreiðar elítan og Hallfríður Þórarinsdóttir. Sko, þegar ég hófst handa við að skrifa þessa bók, Besti vinur Aðal, þá ég var búinn að vinna að henni svona aktíft í hálft ár, þá sé ég að þú ert búin að koma út bók. Og það fyrsta sem ég hugsaði var náttúrulega anskotin að skrifa sama efni. Og þá hefði mín bók, ég hefði bara getað hent mínu handriti. Það reyndist nú ekki þannig. Þú varst að skrifa sko í rauninni annan anga spillingar heldur en ég. Og það nefnilega það sem að hefur verið sammerkt finnst mér með þetta töluverður fjöldi af bókum spillingu sem hefur komið út hér á Íslandi eftir hrun. Og einmitt töluverður fjöldi og engar tvær að nálgast málið eins, þannig að það mætti álykta að það væri augljóslega af nógu að taka. En sko á sama tíma þá kannski takið þið undir með mér að mín reynsla svo að það ekkert mörg ár síðan ráðherra labbaði bara út úr sjónvarpsviðtali sem ég var að taka við hann ef ég nefndi orðið spilling. Og það var svo mikil þótti og það var svo mikil afneitun gagnvart því að það gæti verið spilling á Íslandi að maður var eiginlega maður var grýttur en maður ætlaði að leyfa sér að því að hér væri spilling á sama tíma og margvíslegar rannsóknir og þessar bækur segja okkur að það allt morandi í spillingu, eðlilega hjá svona litlu samfélagi sem mjög næmt fyrir klíkuskap, fræntegli og öðru slíku. Má ég spyrja, hvað ár var þetta sem að þú ræddir við hennar ráðherra spillingu? Það sé ekki svona kannski 20 ár. 20 ár, já. Þetta fyrir hrun. Já. Og ég man eftir því einhvern tíma Böðvar Bragason, lögreglustjóri Reykjavík, það 90 eitthvað kannski. Og hann virtist vera eitthvað vondum málum og þá ég að taka símaviðtal við hann. Og ég einmitt spyr, þetta ekki bara spilling? Og það bara búm, bara skellur. Það bara skellur. Skellt á mig. Viðtalinu lokið. Og það sem annað, sem alvarlegt, að þegar blaðamenn hafa reynt að standa í lappirnar og ávarpa þau mál sem helst þyrfti að ávarpa. Og þeir skrifa kannski þá grein sem að þurfti helst að skrifa, þá hefur það mjög oft komið fyrir að ráðamenn hafa sett viðkomandi blaðamann og jafnvel allan fjölmiðlinn í kæli. Og þegar ráðamenn eða einhverjir svona menn sem að mikilvægt að fá upplýsingar frá fyrir fjölmiðluna, leggja blaðamenn þannig í einelti að þeir hætta að tala við þá og missir fréttamiðillinn ákveðna stöðu. Til dæmis ég hef lent í þessu á Fréttablaðinu að þar voru æðstu menn Íslands sem ákvað að tala ekki við Fréttablaðið í ákveðin tíma af því þeir voru móðgaðir yfir einhverju umfjöllun og þá það ekkert gott fyrir Fréttablaðið að moggin með aðgengi að Bjarna Benediktssyni en kannski Fréttablaðið ekki að sá fjölmiðl sem ekki með aðgengi að upplýsingum og fréttamiðill. Þannig að það rosalega margar hliðar á þessu. En afsakið að þetta dálítið langur inngangur hjá mér. Það sem að mér langar að byrja að ræða við ykkur að velta upp spurningunni: hverju breyta skriftir svona bóka? Þorvaldur, ef þú getur kannski reynt að svara því fyrir okkur hvað þú hyggur það. Kannski ef ég mætti bara taka punktin sem þú varst með rétt á hann það hvernig svona bækur breyta því að það hægt að ræða spillingu. Ég ætla bara að nefna dæmið það sem þegar ég var að
byrja þessu sjálfur og að ég gera þetta svona meira fræðilega, þetta byggt á meistaraprófsritgerð spillingu. Já. Það eitt af því fyrsta sem ég gerði var að fara í viðtal hjá Jóni Haugsinni á einhverju stöðu sem ég mann ekki hver var, sko. Hann var líka sjálfur reyndar að rannsaka mikið spillingu. Já. Og þar voru fræðimenn í háskólanum, Gunnar Helgi og fleiri. Já. Og Jóhanna Sigurðardóttir var þarna líka og þetta 2007 held ég vorið, sko. Já. Og þarna í þessum þætti ég byrjað að rannsaka einmyrðareildun raun og veru, sko, fyrir hrun og komið alltaf á sporið, sko. Já. Og ég gerir svo djarfur að gagnrýna Kjartan Gunnarsson. Ég ætla bara, þetta ekki komið fram ofnbörlega áður það sem ég ætla að segja. En sem sagt framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins sem svona kóngulóin, ég kalla kábótinn í þessu öllu saman og lykilmaður í hruninu öllu og þessum fléttum. Maðurinn sem þú segir í bókinni það sé óskiljanlegt að hafa ekki verið yfir. Já, það algjörlega óskiljanlegt og alveg gjörsamlega galið, sko. Í rannsóknarskýrslu. Já, bara í raun og veru alveg við hliðin á Davíð sem svona ábyrgðarmaður hrunsins, sko. Já. Og ég gerir svo djarfið þessum þætti að skjóta á hann beint og tala hann sem vafasam karakter og spilt hann mann, sko. Eftir þáttinn, ég vil bara segja það bara núna, þessi ég með ekki sagt ofnbörlega áður, kemur Gunnar Helgi, prófessor í háskólanum. Þetta lýsir dálítið viðhorfið háskólans og bara, mætti vera djörf og áköf stofnun í þessu og þetta var svona helsti spillingarsérfræðingur landsins. Já. Og setur niður við mig það að hafa nefnt Kjartan sérstaklega og hann segir, svona gerir maður ekki. Já. Man nefnir ekki einstakann mann svona í útvarpi ofnbörlega. Skilurðu? Færðan rauk fyrir því að hverju maður gerir? Ég er nefandi í háskólanum, skilur að vinna að spillingar sko. Að vinna að spillingu og efla þekkingum minn á spillingu og reyna að koma þessu framfæri ritgerðum sem ég var að vinna að sko gera og þetta kemur sko svona til hliðar, sko. Þetta er ekki fyrst skipti sem ég teki svona til hliðar og ég nefnir nú dæmið þannig í bókinni, skilur. Þau eru sláandi upplýsingar eins mér. Já. Sagðan af hverju þú mættir ekki nefna nafn einstaks? Já, bara maður gerir ekki svona, sko. Það er engin rökstuðningur, maður bara gerir það ekki. Maður gerir ekki svona. Maður er vanur að halda hlífi skildi yfir hverju sem nálgast málið, samfélagslega og tipla svona í kringum sannleikann en ekki fara í kjarnan. Þannig, það er það sem ég var að reyna að gera. Mér fannst gera það sem margir voru ekki að þora að gera. Bara taka á stóru gæjunum, fara beint í kjarnan og gera það samt fræðilega. En þetta var eitt af byrjunum, það sem maður var að reyna að komast á stað og fara þá þetta, sko. Já. Þetta var eitt af mörgum dæmum, sko. Þegar ég var að rannsaka þetta síðan, þá heyrði ég í stjórnmálmönnum, sveitarstjórnarmönnum meðal annars, það voru hérna held í sveitarstjórnarkosningar og það voru kosningar og ég var að ræða við menn, sko, akkur menn voru ekki 2007, sko, akkur menn voru ekki að ræða spillinguna og þeir komu og þetta var svona óformleg viðtöl bara og þeir sjáðu allir sama, sko, að þeir fengu ekki aðgangi á RÚV og þá væri það þessi lína að maður ræddi ekki spillingu fyrir kosningar. Þá var þessi bara lína sett hjá RÚV og já, maður ræðir ekki spillingu fyrir kosningar. Maður ræður ekki spillingu. Það sem þyrfti kannski helst að ræða fyrir kosningar til þess að upplýsa hinn almenna kjósanda. Þetta var línan fyrir hrun, var þetta bara alveg stíf lína. Fyrir kosningar er ekki spilling rædd því það er svo kritískt mál, svo erfið mál og verður oft svo persónulegt. Þetta er ekki rætt. Þannig að þetta er drauma kerfi fyrir þá valdhafa í samfélaginu. Þetta er rosalegt. Þetta er náttúrulega, sko, ef ég má koma inn í. Þetta er, sko, eins og ég heyri þetta, sko, þetta kemur mér í sjálfu sér því miður ekki óvart. En, sko, þetta er alltaf hluti af þessari þöggun. Já. Þetta er ekkert annað en þöggun og ég var að segja það með fullir virðingu fyrir Háskóla Íslands. Það eru bara allt of fáir innan þeirra stofnunar sem þora að vera með svona gagnrýna analýsu á íslensku samfélagi. Hversu heldur það sé? Það er góð spurning, Björn. Ég held að það sé hreinlega vegna þess að það er þessi ótti
fólk uppalið einhvern veginn í því þú hreyfir, þú mátt ekki segja mátt ekki segja sannleikan vegna þess að hann er svo sár og fólk líka að venda sína eigin persónulegu hagsmuni, það þorir ekki að hjóla í þetta svo lítið samfélag að það einhvern veginn, sko það heldur aftur af fólki. Ég lendi sjálf í því þegar ég kom heim úr námi með mína doktorsritgerð sem að fjallaði í raun og veru að hluta til valdníðslu sem að hún fjallar tilurð íslensks þjóðernis og hlutverk íslenskra málstefnu innan hennar og ég var mjög gagnrýnin á íslenska málstefnu og skoða þetta út frá valdinu, hver hefur skilgreiningar valdi til að draga mörkum hvað telst íslenska og hvað ekki og svona fór alveg grundigt í þetta hélt fyrirlestra og ég var bara þetta bara eitthvað glæpakvendi í alvöru, mér var ótíst ég fekk þvílík viðbrögð það var svo makalust að fylgjast með því og þarna ég var að tala nákvæmlega þetta og þetta var á ríkisbasis, ég meina allt skólakerfi var undirlagt af þessari hugmyndafræði og það mátti ekki gagnrýna þá talsmenn þessar hugmyndafræði né heldur inntakennar sem slíkt og ég held að þetta sé það er ljóðurinn á þessu litla samfélagi við erum alltaf, við erum að stíga varlega til jarðar því að maður veit aldrei hver situr í hvaða nefnd og núna best að segja ekki neitt þessi situr í úthlutara nefnd í styrk sem ég þarf að sækja svo ég geti skrifað þetta og þetta rosalega mikið svona, en svo alltaf líka held ég bara svo stefna sem mörkuð hefur verið með ríkisútvarpinu og ég veit að því ég vann þarna í gamla daga að ráðherrar þeir lág ekki á liði sínu að ringja, það logu allar símalínur ef það var eitthvað sem þeim mislíkaði sem rætt árum í frétt. Það er samt bara innbyggt í starfi að þú verður að hafa bak til þess að þola það, þú mátt ekki kikna þetta. Já, en það var bara, það er augljóst mál og ég ætla að segja áður en ég gleymi því, ef ég má. Ég ætla að þakka ykkur báðum fyrir alveg ótrúlegt hugrekki að þora að stíga þetta skref að bæði að rannsaka þessa spillingu sem að hefur viðgengist hér áratugum saman og gefa út rit, bækur hana því það þarf ekkit smáræðis þor í það. Nei, maður er að kalla í alvöru, það er bara maður er að kalla út, já. Ég held einmitt líka þetta einmitt það sem við varst að tala með háskólan og fræðisamfélagið, ótta hans sé og það lýsir sér dálítið í því að menn eru alltaf að takast á í stjórnmálafræði og í þessum fræðikenum nálægt stjórnmálafræðinni ofsalega mikið að takast á við söguna eitthvað langt aftur en ef þú varst með öll stóru krítisku málin í núinu sem að væri frábært að sjá fræðimenn að henda sig bara í og koma með út og greininguna og allt það. Það er einhvern veginn alltaf til hlýðar með koma kannski 20-30 árum setna alltaf með analýsun sem þú þarft í núinu. Félagsvísindi þurfa, það sem ég kemur nú félagsvísindum, þau þurfa auðvitað að þau eiga að rannsaka núið, samfélagið eins og það er. Og það er auðvitað gott að maður fær alltaf annað svona sögulegt perspektív þegar maður lítur tilbaka og það er mjög auðvitað athyglisvert og gott að gera það en hitt verður að vera með. Ég langar aðeins að leggja fram inn í þessa háskólaumræðu að ég er með nokkra heimildir úr háskólasamfélaginu Henry Alexander Henrysson sem lætur vaða hann lætur vaða en hann ræðir líka að fá á sig 2 opnugreinar í mokkanum skilurðu þegar hann hefur ruggað valdinu aðeins svo mikið að það náttúrulega sérstaklega típu til þess að þola ágjöfina hann virðist hafa verið í stöðu til þess að þola þetta en það eru mjög margir aðrir sem treysta sér ekki til þess. Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur hann sagði í viðtali við mig hér við þetta Rauðaborð í fyrra að í sumum deildum háskólans þá væru gagnrýnar rannsóknarspurningar þeim er bara hent út á borðinu af leiðbeinendum og það er bara vegna þess að prófessorarnir segja bara við nemendur sína ef þú ætlar að skoða þetta grundigt þá er ekki víst að þeir gangi mjög vel að fá vinnu. Býta þess, má ég skjóta inn í þetta
ritgerðinni sem ég var að vinna fyrir, sko, þegar ég gerði fyrir svona fyrri spillingarrannsóknir sem ég gerði sem gerði úttekt á aðferðum Transparency International í heiminum, hvernig inni spillingarlista sem er núna að koma út núna í febrúar. Þá var ég að reyna að koma þessi ritgerð í gegn í háskólanum, sko, og þar var ég að því þetta var svið vísindaheimspeki og það var annar prófessor sem var búin að hvetja mig til að fara með þetta efni og skora á mig því ég var búin að gera smá kynningu í kúrs, sko. Og þess vegna fór ég inn í þetta en sú ritgerð, það var sagt nei, þetta er ekki heimspekilegt efni, þannig ég fekk bara hindrun þar, stopp. Því miður kallið minn, þetta er ekki heimspekilegt efni og ég þurfti að berjast mjög mikið fyrir að fá þetta í gegn ritgerðina spillingu og spillingarrannsóknir, sko. Strax eftir, og þetta er stuttu fyrir hrun og strax, sko, þegar í hruninu nánast, eins og það sagt bara í sjónvarpi, þetta sé mjög heimspekil, akkur heimspekin deildin var ekki að taka þetta fyrir þessar rannsóknaraðferð, bara nokkur mánuði setna En þarna sko, ég finnst þetta mjög athyglisvert sem þú ert að segja, vegna þess að ef að eitthvað, sko, ég var í háskóla það sem hann bara það var bara gagnrýn hugsun, það var bara gekk alveg út af það. Utan landsteinana. Utan landsteinana. Þetta var í New York, í mjög róttækum háskóla. Ég meina þetta er háskóli það sem Hannah Arendt var. Og það bara, hann var með, hann byggður, sem sagt, graduate eða framhaldsdeildin var byggð upp á landflótta gyðingum sem voru allir sósíalistar, meira eða minna, og það var enga gráður gefnar á fyrstu áratíðinu, vegna þess að þeir voru bara humbúk í samanburði við, sko, umræður og sem sagt svona vitsmunarlegar umræður þannig að það var rosalega róttækni þar í þeim skilningi að þora að rýna í samfélagið sama á hvaða level það var og það er einhvern veginn þú veist, það var rosalega mikill ég var ágætlega undirbúin þegar ég kom í framhaldsnám til New York, það sem ég fekk meira að segja ótrúlega flottan svona rektorstyrk til að stunda þetta nám en það var svo óbúslegur utanbókar lærdómur í Háskóla Íslands það gekk svo mikið út á að kunna eitthvað utanbókar miklu frekar en og bara svona sem dæmi að mér datt í hug mitt ég var búin að vera þetta einhver tíma í New York The New School for Social Research sem skólinn sem ég var í að sko það hefði komið spurning á félagsfræðiprófi eða einhverju svona kenningaprófi í Háskóla Íslands hefði verið lýsið því hvað Karl Marx sagði stéttir í New School hefði spurningi verið svona hvað finnst þér það sem Karl Marx sagði stéttir að þjálfa okkur í skapandi hugsun ekki einhverju páagauks utanbókar með fullri virðingu fyrir háskólan ég er ekki að setja niður þannig heldur bara að örfa þessa gagnrýnu hugsun og takast á við málefnið en ekki persónurnar og það finnst mér vera svo mikið ljóður á íslensku samfélagi bara út í gegn að það alltaf, sko það eru prinsipin fara alltaf út gluggan, það alltaf persónurnar í staðin fyrir að skoða prinsipin sem slík, hvað verið að fjalla hérna óháði hvort hann heitir Guðmundur Jónsson og Sóni Jóns sem átti þetta og gerði hitt og var framámaður í flokknum eða hvað hann nú var hver mælir hvern þetta eru lykil spurningarnar málefnið sjálft síðan metið eftir því hver segir hvað í staðis að kjarni málefnisins sé í fyrirrúmi ég var að reyna að koma því að þetta sem Katrín Jakobsdóttir væri að gera væri mjög vafasamt og var auðvitað hægt að kalla spillingu þegar hún bjóði sér fram til forseta og fór beint úr forsætisráðarstóli yfir í forseta sem var þenni að falli heldur betur, hún bara alveg bylgja fólki sem var ekki hægt að ræða við neitt það að ég var að koma fram fyrir sem var algjörlega ópolitist ég hef nú bara kosið þessa mannesku einu sinni og var ekkert á mótinni persónulega en ég var bara að reyna að segja það getur við rætt þetta út frá málefninu og prinsipinu skilur, ekki sem er ferðinni hérna er vald forseta sem á að vera aðhaldsvald að forsætisráðuneytinu og það er manneski að fara þarna beint yfir
en sko það var alveg óbóðslega erfitt að fá það saman þetta, ég var ekki í pólitíski herferð og var bara mótið þessari mannesku og þetta var ekkert annað en nýð og fáraleg ég veit að þetta var ótrúlega umræða sem maður myndi skilja ef við værum 20 manna fjölskylda af hverju gast ekki látið það vera að skrifa grein að systirinn væri með allt niður sig þú veist hvernig það væri eðlileg spurning í fjölskyldunni en við erum næstu því 400.000 manna samfélag árið er 2025 er ekki orðið tímabært að við reynum að láta af þessum ósiðum að hegða okkur öll eins og lítil fjölskylda þar sem sumir eru meðvirkir, aðrir óvirkir, það eru illmenni og það er vondastjúpan og vondastjúpin og eitthvað svo leiðis. Menn sem ráða öllu með frekju. En þetta er náttúrulega líka, sko við vitum þá náttúrulega, við bara segja það sem er augljóst. Þetta er náttúrulega alveg þetta snýst alveg rosalega hagsmunagæslu. Já, ég veit það. Mjög grimma, hún er óvægin og ég fór að velta fyrir mig því ég hlustaði á þetta viðtal sem þú postaðir á Facebook, viðtal við, hvað heitir hann, Björn Skeving Thorsteinsson sem að nýlegt mál sem var í fyrradag var súsaga sögð á Bylgjunni bara. Já, var á Bylgjunni, hann var hjá heim hann var í bítið á Bylgjunni það sem er að segja frá rosalegri spillingu innan sinnar það sem hans eigin fjölskylda á í hlut. Þetta er stór, þetta er rótgróin eina þremur stærstu HBN. Já, þetta er HBN veldið og það var alveg augljóst að þetta var svakalegt sko. Að nú datti hans út, hvert var ég komin? Þú varst að tala að í þessu viðtali þá hefði komið fram þessar upplýsingar um fjölskylduna sem að og fólk, sko það er svo mikil tregða að afhjúpa það sem, og þetta er líka þetta er ofsalega erfitt, þú veist, í þessu návíu, ég var líka að velta fyrir mér spurning af því datta hans út, en mér langar að spyrja og þið getið reynd að svara því sko, hversu stór 400.000 manna samfélag hversu stór í tölum er þessi valda klíka á Íslandi er hún ekki bara alveg ótrúlega lítil þó að ángarnir tegir sig, ég meina Jú, en þú heldur völdum með því að það er svo stór hluti af þjóðinni sem býður á kantinum annars vegar eftir því að vera boðið í dansinn eða er hræddur að missa þá stöðu sem hann hefur ef hann stendur upp gegn þessum hópi. Er það ekki svona þín niðurstaða líka? Já, sko, þetta er náttúrulega ég held að áður fyrir hafi þetta verið náttúrulega gríðarlega öflugt net. Þetta er eins og þetta hefur trosnað upp þetta netdóldið og þetta byggist á náttúrulega svo ofboðslegu flokksmaskínu sjálfstæðarflokksins og töluvert öflugri flokksmaskínu í Framsóknarflokksins sem skipti þessum gæðum svona á milli sín. Og þetta var náttúrulega þessi ætt sem þú nefndir hérna og ég tala þetta mál aðeins í bókinni minni bráði því að þetta er mjög merkilegt og er springað dálítið út komið fyrir dómstóla núna og við fáum þess að fréttir kannski dálítið mikið þegar innanbúðarmennirnir lenda í átökum sjálfur þá kemur þetta mikið þá þórir Ríkisútvarpið en þetta er mjög flott hjá Jóhann verður uppljóst þetta er mjög flott og djart Jóhann hann hefur lent mitt í öllu þessu við erum óbáslegu þöggun og átökum og útilokunum og öllu því þessi maður sem samt er fættur inn í kerfið valdakerfið á Íslandi þannig að hversu öflugt þetta er í dag ég held að þetta sé miklu tvístrara og svona meiri smærri klíkur að berjast hversu stór það er opaslega erfitt að segja að það ætti að vera auðveldara að rjúfa hlekki, spillingar og þöggunar í dagana það kemur fram í kosningunum dálítið og þú tala áhrif bókarinn þessar bóka og allar þessar bóka ég held nú að við eigum nú eitthvað smá hlut í þessar niðurstöðu í kosningunum ég vil hann að trúi því upplýsing er náttúrulega húnum góða rökstudd upplýsing er eitthvað sem að sko maður fann ég fann þegar þín bók kom út að það var alveg þorsti hjá lesendum afla sér upplýsingar og ég fann þetta líka í fyrra hausti þegar þessi kemur út að það er bara rosalegur þorsti hjá fólki og þakklæti til þess að fá almennilegar upplýsingar og ein af ástæðunum sem að fólk gefur er að við erum ekki að fá þær upplýsingar og fjölmiðlunum sem við ættum að fá. Það var mjög athyglisvert sem kom fram þarna á haustugum
að Egill Helgason hefði ekki viljað fjalla bókina þína í þarna bókmenntaþættinu sýningu, heitir hann Kiljan. Já, hann færði reyndar þau rök fyrir því að hérna Kiljan væri þannig þáttur að bara fagbókmyndir eða hvað? Já, við getum kannski orðað þannig að það engin manifesto það sem að segir Kiljan verður að fjalla svona spillingabók. Það sem gerðist eins vegar við hérna þessa bók, að þú nefnir þetta, það að ég held að flestir hafi talið að einhver angi Ríkisútvarpsins, Silfrið eða Kastljósið myndi fjalla þessa bók. Þess vegna eru það mér mjög áhugaverðar upplýsingar að heyra það að Ríkisútvarpið fjalli ekki spillingu fyrir kosning. Það var línan fyrir hrun það var alveg skýr lína fyrir hrun. Ef það ennþá þannig, þá það með ólíkindum. Ég held að það var aðeins breyst, það var aðeins lagast hjá þeim að því leyti, þeir svona aðeins djarfari í að fjalla spillingamál fyrir kosningar í RÚV. En það mjög aðeinslega að hvoru bókin, þessi bók, af því að ég var nú kynnt við þessa meistaraprófsritgerð sem bókin byggð á fyrir í hérna Silfur Egils fyrir 2010 svona grunnrannsókn það Hann hleypti þér inn þá? Já, hann hleypti mér alveg inn þá og ég komst líka þá í útvarpið en svo verðist núna harðlokað og það kemur mig gríðarlega óvart. Það eitthvað brest að þessu leyti þarna, það eitthvað lokun þarna. Umdeildur útvarpsstjóri. Ég maður velti fyrir sig, útvarpsstjórinn sem Fréttastofustjórnin líka umdeild. Já, og hún alltaf, þeir hafa alltaf, sjálfstæðarflokkurinn alltaf haft þessi miklu tök á sjónvarpinu, frá því þetta var bláskjár og við erum báðir að gagnrýna þá stofnun og þá stofu Svo upplifum maður líka þennan ótta það svo ótti sér röksemd að fréttamenn Ríkisútvarpsins séu hræddir við viðbrögð séu hræddir við að vinna sína af því að það sé svo mikil heift sem mæti þeim þegar þeir vinni vinnuna sína best en þá spyr ég bara þið verður þá bara að staffa upp á nýtt vegna þess að það hefur aldrei verið þannig að alvöru fréttamennska á Íslandi sé þægileg innivinna þú þarft að óhrenga fingurna og taka alls konar ógeð. En svo þeir bara búin að missa líka og það finnst mér svo dapurt. Þeir eru búin að missa þessa beittu, flottu fréttamenn. Þetta bara, þetta fólk sem með fullri virðingu þeirra sem sitja það núna, það eru of margir þar sem skortir bara hreinlega reynslu eða dýft. Þú veist, þetta verður svo mikið það verður bara svo óáhugaverð umræða. Helgi Seljan náttúrulega, hann tekur Helga Seljan mikið fyrir þessi bók og þetta náttúrulega svakaleg saga sem Helgi Seljan Ingangurinn í þessi bók frá Helga Seljan í viðtalið við hann náttúrulega alveg stórkostlega En getur þú sagt mér af hverju þessar heildstæðu upplýsingar sem koma fram Helga Seljan af hverju ekki Blaðamannafélag Íslands að halda pressukvöld þessar ofsóknir og þennan viðbjóð af hverju ekki hið opinber einhverstaðar að halda málþing af hverju eru aðrir fjölmiðlar Já, setja þetta líka kannski alþjóðlegt samhengi og ef þú ert að segja mér að þú hefur bara lent nánast í því sama og ég að fjölmiðlar bara að mestuleyti sitja hjá og það sé þá helst kannski einhverju svona engareknir sem eru aðeins að prumpa það voru alveg Vísir tók þetta vel og Bylgjan morgun sama heimir og Bylginni tók þetta vel ég fekk tvisvar áhört þar og sem tók ég fór til RÚV og leta hafa bók og kynnti þetta fyrir þeim og vonaðist þetta í 5 viðbröðum en ég geti sagt dæmi hvað í gangi hvað þetta hefur greinlega verið erfitt fyrir RÚV í gegnum tíðina því að þegar ég var að kynna þetta fyrst og var meðlans að kynna spillingunni í sparisjóðskerfinu bara sparisjóðsneyksli 1 risavaxin á alþjóðu það brjálæðslegt bara það og það bara einn angin að þessu og ég hef sagt þess að ég hluta þessu svo áður í samstöðun að það kemur hendi minn útvarpsmaður og tekur vitum og segist og hann sagði mér að þetta var erfitt að fá að fara í þetta viðtal hann að byrja þar, það er bara byrjun svo segir hann við mig svo segir hann, ég held að við minnir hann sagt, ég að hætta þetta er allt í lagi það er númer 2 síðan segir hann en þeir vita af þessu að ég að taka viðtal við þig þeir vita af þessu þeir og þá er það sjálfstæðarflokkurinn og svo segir hann Pétur Blöndal er búin að panta viðtal og hann verður í viðtal á eftir þér alþingismaður
Sjálfstæðisflokksins til þess að bera það tilbaka til að svara þeir vita þeir vita þessu þannig kemur maður sem hefur ekki alveg ágjur á stöðu sinni vegna þess að hann að hætta þeir vita þessu búin að frétta hver ringir þá í Sjálfstæðisflokki til að láta að vita þetta þeir eru á vaktin það er sem ég sagði líka þeir eru bara á vaktinni sjónpípan eins og ég kalla það sjónpípan er uppi og kapan uppi við vita að þessi fréttamaður er að taka viðtalið þennan mann þetta mál og þeir eru tilbúnir með mannin sem á að svara þessu og hann fær 2-faldan tíma og meira til sko fyrirgeðu að ég brosi en þetta er náttúrulega algjörlega viðbjóðslegt spillingin er nefnilega oft bara með einn fyndin hún er svo gjörsamlega hún er svo blygðulega laus og þáttur fjölmiðla í spillingunni með því að ekki segja frá því sem þarf að segja frá með því að degna og lippast og með því að láta skammtíma þrýsting bjaga blaðamennskuna ég sagði á hann ég ætti enga vini eftir að hafa skrifað þessa bók ég á allavega enga vini í blaðamannastéttinni vegna þess að maður náttúrulega mér fannst ég neyðast til þess að ávarpa það hvað fjölmiðlun á Íslandi er bjöguð samanber sögurnar sem þið eruð að segja og hvað blaðamennskan er bjöguð og ég held að blaðamennskan sé sem sagt meira mein í þessu samhengi öllu en við getum litið undan þetta snýst ekki bara einhverja vonda, ríka gæja nei. sem halda öllu í herkví þetta snýst sjálfsákvörðunarrétt okkar allra til þess að standa á fætur og móast við hvort sem við berjum í borðið eða hvað við gerum eða skrifum bara bók og finnum útgefanda sem gefur út bókina eða gefum hann út sjálf við höfum öll svo mikið að segja ef við bara þorum, ekki satt. En það er búið að normalísera það er búið að normalísera spillinguna þetta bara er svona og fólk einhvern veginn finnst að það verður svo máttvana gagnvart þessu ofur efli allir jafn spilltir hverjir eru ekki það það er svona svolítið skálkaskjóla að segja er ekki allir stjórnmálaflokkar spilltir ekki allir þetta spilltir og eitthvað svona og ef að það er einhvern veginn gert eins og ég segi, það er normalísera það er bara eins og þegar hún normalísera ofbeldi það er bara eðlilegt það er bara eðlilegt að hluti því séu svona það er líka stór hægt hvað heldur þú sért ef maður fer að skrifa fréttir siðferðislega álitamál þá fær maður mjög oft þessa spurningu snemma hvað heldur þú sért, þykist þú vera eitthvað betri Já, það er hlut af því hvernig maður líta á siðferðislega rökræði staðan fyrir að líta á þetta eins og þú voru að tala málefnilega prinsip og fara ekki í persónunar en nei, þeir fara beint í það er bara hlut af því að fara beint í persónunar hvað heldur þú sért og líta á siðferðislega rökræði sem ávíta einhvern í staðin fyrir að líta á þetta sem upplýsingu og fara inn í aðstæður og upplýsta aðstæður og fá einhverja lausnir en heldur ertu að líta á þessum þú sért að hefja upp yfir alla og predik yfir öllum en það er skriflega rökræði að snýst ekki það predikanir En mér finnst fróðlegt það sem varst að segja með blaðamannafélagið að þessi aðför þeir hafa horfið hver af öðrum af þessum ríkisfjölmiðli fréttamennirnir hvernig stendur á því og þetta er náttúrulega að gerast út allan heim við sjáum bara aðfarirnar fyrir botni Miðjarðarhafs í Ísraelsmönnum Bandaríkjamönnum og bara á alþjóðlegum vettvangi það er þeir hika ekki við að kála blaðamönnum sumstaðar og maður veldi, hér er það kannski frekar svona í óeiginlegum skilningi hér þarf ekki byssulaup til að drepa blaðamenn en þá veldi maður fyrir sér er ekki áhugi innan stéttarinnar að skoða þetta í alþjóðlegu og sögulegu samhengi hver var staða fréttamanna á Íslandi það þætti mér ákvæmlega spennandi umræða en þá spyr maður sig hve margir blaðamenn eru eins og blaðamaðurinn sem heimsótti þig frá RÚV hve margir blaðamenn eru raunverulega frjálsir og laus við alla nótta öll hagsmunatengsl hve margir eru þeir og ef þeir eru ekki margir má þá vænta einhverja úrbóta af hálfu blaðamann og nú er ég vel að merkja ekki að gagnrýna íslenskar blaðamenn við erum að tala þessar aðstæður þetta er alltaf merkilegt eitt af því sem ég gerði og ég eigna með það að hafa verið farin á stað fyrir hrun og skoða þessi spillingu og hafa mikið sterkan grunum þess að þetta væri mjög alvarlegt
Enda var ég búin að taka viðtal við Sverrir Hermannsson sem var landsbankastjóri og hann var búin að segja mér að bankarnir væri að kokka bækurnar sko. Hann segir mér þetta fyrir hrun sko. Og og eitt af því sem ég gerði var að tala við blaðamann, ritstjóra og ég má nú ekki gefa þetta upp þetta er hluta fræðilega persónulega, ég má ekki gera það upp en það sem að hann sagði mér raunveru að sko áhugi eigenda á þessu að setja fjármagn í þetta væri bara eitt allra stærsta vandamál sko. Hann sagði sem hefur sko komið í ljós það var nú blaðamenn gert eftir hrun þegar sumir margir verið mjög flottir og djarfir sko. Þórður Snær og fleiri sko. Vissulega. Að koma fullt af flott og þeir sýndu fram á það sem hann sagði sko, vandamáli var að fá fjármagnið í rannsóknirnar geta sett mann í þetta eru eins og við vitum gríðarlega erfið mál eins og við hvað og maður þarf ekki tíma og þekkingu sko en hann sagði sko ef þú fær fjármagnið þá hefur fólk áhuga skilur og það hefur sýnt sig eftir það er ákveðin sko blaðamenn og þeir sem hafa verið að gefa út bækur hafa tekist að afhjúpa það að þetta sko fólki hefur áhuga vill fá þetta það finnst mér eitt af því sem við höfum áorkað það eru jákvæð ári ég sammála þér með það en það sem er svona umhugsunarefni það er að sko bara það er þöggun það er kerfisbundin þöggun það sem helst þyrfti að ræða og þetta nær sko inn í stofnanir bara fjölmargar og sá sem segir frá hann er ekki vinsalasti gæinn í partíinu og það sem að greinir Ísland svolítið að frá mörgum öðrum löndum ég á erlenda vini blaðamenn í mörgum löndum og þeir eru oft lýsti fyrir mér sko hvernig svona þeir verða kannski þjóðhetjur sko hjá almenningi þegar er virkilega stundagóða rannsóknar blaðamenn sko og taka skúpið sem að bifar öllu en hér bara missir þú vinnuna og svo bara missir þau vinnina og svo þarftu að flytja úr landi og eitthvað svona og af því við vorum að ræða háskólasamfélagið á þann og hver frjálst það er að Henry Alexander svo við minnist aftur á hann sagði ég veit ekki hvernig það er að vera svo valdalaus eða umboðslaus að ég megi ekki segja hugminn gagnrýnin atriði eins og að hallmæla vinnuveitandanum ef hann er spilltur eða eitthvað sluðis. Ég veit ekki hvernig það er. Það hlýtur að vera hræðilegt ef bara skoðun til dæmis einhvers gæja hjá einhverju sjávarútsfyrirtæki kostar hann vinnuna og kostar hann jafnvel það að vinnuveitandinn eins og hefur komið fram í spillingabókum eins og Óli Ufsi hann kemur í veg fyrir að þessi maður bara út af skoðunum fái nokkuð stað að vinna á Íslandi og það eru jafnvel dæmi að sjávarútvegsmógular elti örlög Íslendinga út fyrir landsteinana og komið í veg fyrir að þeir fái vinnu þar samanber samherji eftir Ólafi Jónssoni nú eru sumir hlustendur og áhorfendur sem hugsa nei, þetta nú bara einhver lygi þetta getur þetta ekki verið svona en það eru bara margar heimildir nægilega margar heimildir sem ég sem blaðamaður hef hlustað á sem segja mér að þetta geti víst verið svona og hvernig eigum við að snúa þessu við hvernig eigum við að umbuna því fólki sem að leggur í það að ráðast á þurfum við ekki bara í þessu að leita fanga í annari baráttu mannréttinda baráttu sem er það bara að skila skömmin er þeirra sem að valda henni ég meina það er þeir hafa verið einhvern veginn þessi valdaklíka ósnertanleg og það er það sem að fólk verður bara það fyllist ótta og ég velti líka fyrir mér það stundu komið fram hérna hjá Samstöðinni ég held að þú hefur meira sem minnst á það Björn að sko í menningu okkar við erum með í farteskinu árhundraðir af rosalegu kúunakerfi hungursneiðakomlösin nei ekki hann heldur bara til dæmis eins og Vistabandið já ég meina þetta við höfum aldrei gert þetta upp við höfum aldrei rýnt í þetta hvaða sálrænu og félagslegu áhrif hafði þetta gamla samfélag hvernig mótaði okkur hvernig hefur það skilað sér sem sagt
með kynslóðunum. Akkurat. Skilur þið? Ég tók eftir þessi í bókinni þér, þú vitnaði þig að vistabandi væri kúgunartæki. Auðvitað er það kúgunartæki. Sko, kannski miklu frekar heldur en þetta atvinnumál eða praktíska mál. Já, mér finnst þetta bara líka vegna þess að ég var svo heppin að eiga amma og afa á aldamótakynslóðinni. Og alþýðu fólk sem að flutti suður á sínum tíma og kom úr mismunandi mikill í fátækt, en líka því að vera sko einhvern veginn, það var svo mikið hierarki og það er aldrei talað, það er alltaf verið að þú veist, dásamæðinar jöfnuð á Íslandi sem er ágætur svo langt sem hann nær, en það breytir ekki því að hér hefur alltaf verið rótgróin stéttskipting og þar sem að sko, undirmálsfólkið hafði afskaplega veikarödd þar til kannski bara stéttarfélögin komu fram á sjónarsviðið og þetta hefur verið rosalega barátt og við sáum bara líka sko bara viðtökurnar við byltingunni sem varð í Eflingu, það voru nú ekki beinlínis sko vinsamlegar og þegar undirmálsfólkið stendur upp og ætlar að hrista af sér okið og andmæla valdníðslunni að þá bara fekk sterkar rödd allt í einu fekk allt í einu röddlust og það er það sem er líka það er svo margt fólk í samfélaginu sem er einhvern veginn röddlust en ég er kannski komin út fyrir efni núna Já, en það sem ég segja við erum náttúrulega, það sem þú varst að tala er náttúrulega frægasta dæmið í þessu öllu sem lýsir þessu allir að því að sko siðferðið kemur ofta ofan sko skilabóðin koma ofan eins og þau koma núna frá Trump sem er ríkaleg skilabóð sko og þetta brýtur niður siðferðið gegnum allan struktúrin sko. Og það sem við höfum náttúrulega þetta frægast dæmi með þessa kúgun sem kemur náttúrulega frá Davíð Oddssyni og er upplýsti í rannsóknarskýrslu Alþingis það sem að segja bara við Tryggva Þór Herbertsson sko, sem er að reyna að berjast á móti ákvörðunum hans og loka metrunum varðandi Glitni, yfirtökun og Glitni og fleiri sko, að þá segir hann bara við að ég mun gera líf þitt óbærilegt á Íslandi sko, hann telur sig hafa þetta vald strax eftir að ég búin að gefa út bókina og þá kemur læknir að máli við ættingja minn sko og það er ættingja minn að segja frá þessar bók spilum og spillingu og klíkun og stafið og hann segir strax ég ætla að kaupa þessa bók og fer að segja þessum ættingja minn sögu bara sambarlega átök sem hann átti við Davíð lengst aftur meðan hann var borgarstjóri þá sér maður og það sem honum var hótað ef hann lét ekki að vilja Davíðs og hann yrði bara gert ólíft að vinna á Íslandi þannig að við höfum margra áratuga þráð valdsins á Íslandi sem beiti bara þessar aðferð markvisst og telur sig hafa bara vald og vera ósnertanlegt til að gera þetta. Þetta er rosalega sláandi. Það er ekkert langt síðan prestur skrifaði smásögu í Mokkan og þar með hófst bara Golgata ganga hans inn í þjóðkirkju. Bara Davíð Oddsson var bara búin að fingraför hans voru bara út allt og enn er þetta svo að það er verið að fylgjast með þeim sem að andæfa. Ég tók þá ákvörðun sjálfur þegar ég ákvaða að vaða í þetta verkefni að skrifa bók. Ég átti nótur sem að tegðu sig 35-40 ára aftur í tíman. Svona er í þessari bók aðeins að gera upp bara blaðamennsku ferilinn minn og alls konar furðulega atvik sem að maður hefur orðið vitnað. Ég er að segja leyndarmál frá þrýstingi sem að valda miklir menn beittu mig þegar ég var ungur blaðamaður og svona og ég er einmitt að nafngreina gerendur eins og þú gerðir. Ég hugsaði mig lengi ámaður að gera það. Jú, maður verður auðvitað að gera það. Öðruvísinni getum við ekki upprætt meinin heldur en nafngreina. En allavega, ég hugsaði með mér. Það er í lagi að vaða í það klikkaða verkefni að skrifa þessa bók vegna þess að ég bý sennilega nú orðið yfir björgum til þess að afla með tekna án þess að þurfa að leita til annara atvinnurekanda. Og þetta er rosalegt að sko, og að því að við verðum að ræða hvatan fyrir fólk til þess að andæfa gegn spillingu. Ef ástandið er þannig að þú þarft að
kveðja bara kjötkallana. Þú getur verið að mála þig svo alveg út í hotn, atvinnulega, með því að segja það sem að þarf að segja. Af hverju ætti fólk þá að berjast gegn spillingu á Íslandi? Það er góð spurning og ég held þetta að sé, maður velti fyrir sér líka hvernig á því stendur að ég veit ekki, nú er ég kannski að fabulera bara eitthvað sem ég veit ekki en þeir sem eru þarna innan búðar, þessi maður, þessi Björn Skeving Thorsteinsson, það er ekki margir sem að stíga svona fram innan búðar og fram í sviðsljósið og segja frá. Og þá veltir maður fyrir sér hvað veldur því? Er það þessi þungi, eru þau öll bara einhvern veginn múlbundin? Er af því að þetta er allt svo innbyrðis tengt? Eða hvað er það? Blöskrar þeim ekki þeim hlýtur eins og ég það álítið sem ég trú, hann sagði við erum búin að búa allt og lengi við þöggun við þá meintan sína nánustu fjölskyldu. Algjörlega magna til dæmis að spillingin fyrir hrun er ofboðslega heimsvísu, svona algjört einstæmi og það verður bara ekki oft sagt. Þetta er bara mesta spilling sem okkur tíma hefur komið upp í þróuðu vestrænu lýðræðisríki. Ef við tökum svona stríðsátökin út til hliða sem er náttúrulega sérstökt batteri. Hvernig þeim tekst öllum þessum hópi, við erum að tala þúsundir manna, mörg hundruð sem vita af þessari spillingu, grófum fjársökum meiri háttar sem bara í stjarnfræðilegu tölur versus efnahag þjóðarinnar hvernig við tekst að halda lokin á þetta er bara, það er sér kannski fyrir mannfræðinga sér rannsóknar ósköpunum við fara að þessu. En verðum við ekki líka nefna til sögunar á þessum mestu spillingartímum Íslandssögunar nánast þá svörum við Íslandingar sjálfir að við séum óspiltasta þjóð í heimi. Þetta orð var náttúrulega bara ekki til í umræðinni fyrir hrun. Og þess vegna byrja ég að rannsaka spillingu þetta er út í hött, það er augljóst þetta er bara bull. Þó fór ég að rannsaka þessu aðferðir og hvað í ósköpunum verðum að vera. Já, ég þakkaði kærlega fyrir það og ég held að ég ætla bara að segja það að þótt ég hafi verið komin töluvert að stað í minni bók þá held ég að ég hef verið innblásin af svona hugrekkin og andanum í þinni bók og ég held að ég hefði ekki skrifað þessa bók Besti vinur Aðal ef það hefði ekki einmitt margir aðrir meistarar hefði ekki verið búin að leggja fram. Ég held ég hafi þurft að lesa allar spillingabækurnar sem ég var búin að lesa til þess að þora að skrifa mína. Það hjálpar mjög mikið að maður sé ekki einn og sameiginlega getum við gert þetta. En mér langar til þess að sjálfur til þess að gera tilraun til þess að svara spurningunni sem ég lagði fram á þann. Hver er hvatinn á okkur að reyna að berjast gegn spillingu eða kostar okkur bara lifibrauð og allt það? Jú, hann er sá að mörg okkar eigum til dæmis börn og þau okkar sem ekki eiga börn þau eiga vini sem eiga börn og okkur er hlýtt til komandi kynslóða og þetta gengur ekki lengur, þetta er gjörsamlega ósjálfbært apparat og ósjálfbært samfélag að það skipti meira máli að þú sendir krakkan inn í einhverja ungliðabúðir til einhvers stjórnmálaflokks heldur en að hann nái framgangi á eigin verðleikum, dugnaði, menntun og einhverju svoleiðis. Þetta gengur ekki. Íslandi gengur ekki mjög vel efnahagslega miðað við allar auðlindirnar sem við eigum. Við gætum öll verið í vellistingu hver einasti öryrki eða hælisleitandi gæti verið hér bara haft það mjög gott ef við værum með sæmilega óspilta efnahagsstjórn, ef við værum að dreifa arðinum sæmilega jafnt og er ekki þar bara svo í svari sjálfur spurningum minn, er þetta ekki svarið? Jú, meir sem ef við tökum efnahaginn, meir sé Alþjóðabankinn þessi mikla afurð auðvalds, meir sé hann á öllum stofnum í heiminum segir spilling er mesta efnahagsvandamál heimsins. En við erum einhvern veginn þegar við erum að ræða þetta við kannski svona hinnar minna við erum vinstri eða miðju hvað við erum en við þurfum að ræða þessi sem hafa mest völdin í viðskiptaliðinu og eru hægra megin á kantinum það ganga erfilega að þeir viðurkenni þetta bara þessa hlið sem ætti að standa þeim næst hvað spillingin er mikið efnahagsvandamál hvað hún brýtur mikið niður það sem þeim er kannski mest En sjá þeir nokkuð þetta samhengi? Ég held ekki.
Ég held að kjósa ekki að sjá það. Það svo mikil afneitun í þessu stóra samhengi einhvern veginn og svo það líka. Er ekki bara líka svona óskup bara svona þannig þeim finnst manneskjum sem að haga sér svona þeim finnst þeir hafa rétt til þess. Það ekki það? Þeir meina þetta bara þeirra nánast eðalborni réttur að sanka að sér peningum á kostnað annara. Jú, það náttúrulega eins og þetta gnúpsmál þarna það sem hluti ættarinnar nátengdur HBN ættarinnar gifturinn dómsmálaráðar í sjálfstæðarflokknum greinilega og fleiri aðilar þar nátengdir eru að taka sér á þáverði 2 milljarða bara svona og með fjölskylduna við hliðunum sem sér bara af ættingum í raun og veru og vinum skilur í svona bleitant fléttur sem leið hún afhjúpuð svo augljós og tölum dómstóla sem að linda bara til hliðar og dúlka þetta út á suður að þau skulle leyfa sér þetta eftir, og hann að upplýsa það eftir bara bein fjársvik sem voru þakkað niður talað það í miðju olíuneyslinu skælingsneyslinu nýju olíusamræðinu þá liggur bara fyrir segir hann fjárdráttur stór fjárdráttur kongsins sjálfs ættarhöfðingjans og meðan dómsmálaráðurinn konan hans við liðna hana í brjálæðislegum málum og allt taka niður. Og í þessu samhengi kannski allt til að rifja upp áherslu Sjálfstæðisflokksins að búa alltaf við dómsmálaráðuneytinu. Ekki ástæðulaust. Það er ekki ástæðulaust. Og það eitt það sem þess vegna eru þeir að aka sig núna. Þetta er það sem ég tek fyrir í bókinu, hvernig þeir planta sér og vinna í brjóta niðurhaldi og vera staðsetta sig í öllu valdkerfinu, passa sig að dekka allt. Þessi sem á að vera aðskilnaðarvald, sem þú dekkar allan enn aðskilnað sem á að vera allt þessu valdaposta, þá brýtur niður vald. Já, og vel að merkja með því að gagnrýna starfsaðferðir Sjálfstæðisflokksins í tímasrás þá maður ekki að segja að fólki sem hefur verið í Sjálfstæðisflokknum og hefur ráðið mestu þar sé eitthvað verra en annað fólk. Það getur vel verið að þetta hefði gerst í öllum flokkum að bara þar sem völd eru óbóðslega mikil samfellt áratugum saman í landi eins og okkar þar skapast rosaleg spillingar hætta og eitthvað verður að breytast hjá okkur núna til þess að við þurfum að einhverju leyti að hugsa okkar viðmið upp og nýtt að þótt að sé þægilegt að hóa í næsta mann sem er vinur okkar og láta hann vinna verkefnið þá bara, það verður að bjóða það út En mér dettur í hug núna má ég trufla það? Já, mér dettur í hug núna, nú horfum við vestur haf þar sem maður bara sem er ekki hann er ekki heilbyrður á geði spyr mig með stórmennsku brjálaði á styrum tala um Trump, Donald Trump forseti Bandaríkjanna, valdamesta staða í heimi hann setur vini sína þarna skriljónera, ég veit ekki eins og hvað orð maður notar á íslensku yfir það snar vitleysa líka ekki kostnir einu sinni ég held að það, ég velti fyrir mér þegar að spillingin eins og þar og bara yfirgangurinn er svo gjörsamlega grímulaus hvaða áhrif kann það að hafa ef við lítum í eigin barm hér og reynum að finna hliðstæður í íslensku samfélagi ef þær eru til. Það er að segja við höfum, eins og þið hafið afhjúpað, að við höfum vitað af þessar spillingu og þið eru búin að varpa ennþá frekar í ljósi bara rýna í hana. Ætlum við alltaf að horfa í hina áttina? Er það lausnin bara við að láta sem maður veit ekki neitt og bara þetta er bara svona, það er ekki takt að gera í þessu því að völdin, og mér finnst það alltaf mikilvægt að minna sjálfa mig á það, í stóru sem smáu, þá eru völd aldrei gefin, þau eru alltaf tekin og það þarf að taka valdið af þessari rótgrónu valdaklíku á Íslandi til þess að eiga
möguleika á því að uppræta þessa spillingu. Það gerist ekkert öðruvísi. Þetta mjög merkilegt það sem að gerast, náttúrulega hrikalegt sem að gerast og síðustu fréttir Gaza, sem alltaf bara taka yfir Gaza og eigna sig Gaza náttúrulega sko brjálaðislegt. Þetta náttúrulega alveg gjörsamlega. Út úr öllu korti. Maður lenda hérna í einhverju algjöru sturlun, sko. Maður eiginlega bara orðlaus, maður svo slegin. En það sem ég var að gera í þessari bókum Eimur, ég var ekki bara að tala þessa elitu á Íslandi, ég var að reyna að segja elítuspilling stóra vandamæli ekki bara á Íslandi heldur en í heiminum og nú kemur bara elítuspilling sem að sprengja alla skala núna, bara gjörsamlega alla skala og það var ekki bara, og í bókinni ekki bara að fjalla elítuspillingu það sem að eru viðskiptakerfi sjálfstæðarflokksins og stjórnmálaðarnir sjálfstæðarflokksins að benda á það að stjórnmálaðarnir hefur fengið ótrúlega fritt spil meðan þetta er samvinna. En ég var líka að tala, ég fjallaði sérstaklega nokkuð fyrirtæki, Íslandssíma, Ós, Decode, tók þess, hvað eru þau? Þau eru hátækni fyrirtæki. Já. Ég var að benda á, og ég kallaði þetta nýja valdið í heiminu, nýja elitu samráðið sem var á leiðinni. Og það er það sem er að gerast núna í Bandaríkjunum, nákvæmlega þetta. Og það sem ég var meðal að benda á varandi fræðasamfélagið og það sem kom til ljós í gagnrýninni í Kiljunni á mína bók, sem ekki kom í Kiljunni, það var gagnrýnin á mína bók kom. Það var þessi afneitun á þessum elitu stjórnmálum að það sé stóri spillingavaldin í heiminum. Men afneita þessu fræðilega, þar að segja, við töluðum að elitu kenningar varu úreltar. Var það Óli Harðar? Já, og fleiri. Og þetta er búið að vera í gangi og hluta því að ég fór á stað við þessum rannsóknum mínum var að segja, og þetta er búið að gangi í Bandaríkjunum, þetta er búið að gangi alþjóðavísu að þessar elitu kenningar séu úreltar og gangi ekki upp. Við erum að sjá birtingarmynd þeirra hrikalega í dag. Þeir sem eru sjálfur hluta velutinu, þeir þvælast fyrir kenningunni þinni. Já, nákvæmlega. Men hafi verið í afnitun að þetta er stóri vandi. Hann er bara nákvæmlega það. Já, það er bara gjáin á milli elitunar og almennings, hún er víðari heldur en verið hefur. Já, í skoðunum líka. Það er nú ánægilegt með líka að þeir hafa til dæmis í þessum Gaza-málum sem er núna endanum í algjörum hryllingi ef hann ætlar að fara að taka yfir Gaza þá höfum Íslendingar og einhver hluti þá rödd blaðamanna eða röddin gegn spillingu og mannar samtök hafa þó verið en ekki almenningur Þorvaldur, ekki stjórnvöld Nei, ég er að segja þessi gjá ég er að tala um þessi gjá einmitt bara algjör gungu og það er alltaf bara ég veit að það er út fyrir efni en sko maður velti fyrir sér hvernig mun Evrópusambandi taka á þessu hvað allar er að standa alltaf og bugta sig og beygja fyrir öllu sem að og eru við á leið í Evrópusambandi vegna ástandsins? Ég meina, þeir verða bara að læra að standa í lappirnar það er önnur spurning ég ætla ekki að ræða Evrópusambandi Nei, við erum ekki hér til að gera það og reyndar er tíminn okkar held ég búinn en það væri nú gaman að bara fá ykkur aftur við hann að tækifæri og ræða þetta betur við höfum reynt að þá skal ég lofa því ef það verður Björn og Þorvaldur ég sagði það frammi áðan að þegar ég hef ekki lesið þessa hvoruga bókina spjaldan á milli og ég hef lesið svona ekki spjaldan á milli nei, en það gerist undan teknikalaust það bara síður á mér og mér finnst það svo erfitt og þetta er svo erfið orka að einhvern veginn og þess vegna, ég er ekki að lesa ég get ekki lesa þetta fyrir svefni því ég tjúnast öllu upp það er svo margir sagt þau mig ég samfærum það svo margir sagt sagt nákvæmlega þetta það bara síður á fólki ég kemst ekki lengi, ég var að leggja hann frá mig ég tek hann upp aftur daginn 2 daga eða eitthvað og þá ég oft hugsa ignorance is a bliss að fáfræðin er bara hamingi ástandi eða hvað sem er þýðir það en nú sagði Nietzsche að maður mætti ekki stara á lengi í hyldýpið þá er það sjálfur hyldýpið varst þú sjálfur
orðin illa haldin svona andlega þegar þú varst að klára þína bók vegna þess að ég get kastað því sjálfur á borðið að mér fannst þetta myrkur sem að fólst í því að fara inn í þennan heim. Það hafði svolítið áhrif á svona mitt geðslag. Var það eins með þig? Ég var nú aðlega bara búin á orku sko, og óbóðslega en ég málega það að ég hef alltaf hort á komísku hliðina og ég með dálítið komískan kafla í þessu. Þannig ég bara horfa sko, þú tókst Laxness í þinni bók og ég hef alltaf haft Laxness dálítið, þessum hóttum dálítið vænt sérstaklega þá hlið því ég hef alltaf hort á Laxnessku hliðina sem náttúrulega absúrdismi út í eitt. Sem haldreipi. Sem haldreipi. Upplýsingalegt haldreipi. Og skilning og allt svo. Þannig ég var með Laxness oft í huga og spilling minn fyndin. Þegar forstjóri tryggingafyrirtækis sem búin að henda mörgum sko ég veit ekki bara 80% af eiginfénu til þess að aðstofa vina sína og kemur svo fyrir til dómstóla og segist að hann ekki muni eftir þessu eða vissi ekki hvað máli snýrist eða þegar þetta fyrir svona farsa þá þetta bara fyndið. Já, veistu hvað þarf að gerast til þess að spillingin verði fyndin? Fyrst þarf maður að kasta frá sér óttanum. Og þegar maður búin á því, þá verður þetta nefnilega svolítið fyndið. Þetta verður nefnilega fyndið. Þannig að við þurfum bara fleiri að kasta á þessum ótta. Það vesen, það mun kosta eitthvað til skamstíma, en áhrifin til lengri framtíðar verða góð fyrir bæði okkur sem einstaklinga og samfélag. Við erum ekki í sjálfbæru ástandi, við þurfum að bylta því, við þurfum að breyta því, við þurfum siðbætur. Ekki rétt? Klárlega. Ekki nokkuð spurning. Herðu, kæra þakkir Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar sem ég mæli ákaft með, heitir Eimreiðar Elítan. Ekki til einhver eintök ennþá? Jú, við fórum með að brenta af aðeins öðru útgáfa en aðeins ótrúri og gengilegri. Já, og Hallfríður Þórarinsdóttir, menningar mannfræðingur, doktor í þeim fræðum, þakka þér fyrir að koma hér og hjálpa okkur að reyna að skilja þetta allt saman. Farið ekki langt áhörfundur, þetta ekki búið. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.